Alls ekki, tæknin eitthvað stríða mér. Gleðilegan hvíldardag. Hafið þið lent í einhverju svona? Því að vera að biðja Guð að passa að þið festist ekki og svo festist þið bara samt. Hann svolítið góður Guð. Mér langar til að biðja ykkur öll sömul að taka upp biblíuna ykkar og það biblíu líka aftast. Við ætlum að vera í, eins og því að við kannski giska nú þegar, við ætlum að vera í Lúkas 15 í dag. Og eins og dömuna voru svona duglegar að lesa fyrir okkur. Þessar 3 úr þessum 3 sögum. Hefur þú, látum við sjá, réttu upp hönd þeir sem hafa einhver tímann týnt einhverju. Helgi réttur upp hönd, það eru nokkri hérna sem hafa lent í þessu. Okay? Fyrir ekki að Helgi, taka það út hérna. En hefur einhvern tímann verið týnd eða týndur? Hefur einhver lent í því? Það verið alveg viltur. Já, systir mér segir já. Já. Kristur var nefnilega stundum gagnrýndur fyrir að hanga með, hvað skulum við kalla það, einhverjum líð sem var ekki verðugur hans. Á þessum tíma þá voru þetta tollendumenn og bersundir, spilltir skattheimtumenn og hinir voru fólk sem hafði orðið á, fólk sem hafði gert eitthvað, fólk sem að sá eftir einhverju. Og kannski áður en að við vindum okkur í að lesa sögunar, þá skulum við lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir þennan fallega hvíldardag. Við þökkum þér fyrir það blessun sem við höfum að því að koma saman. Við þökkum þér líka fyrir þitt orð og við biðjum þig að leiða okkur þegar við lesum í orðið þínu. Og við biðjum þig að þú meðir veita okkur að þínum heilaga anda. Við þess í Jesú nafni. Amen. En já, í fyrsta versis kemur fram. Allir tollhentumenn og bersundigur komu til Jesús að hlýða á hann. En farisear og fræðimenn ömuðust við því og sögðu, þessi maður tekur að sér syndara og samneytir með þeim. Kristur byrjar á að segja dæmisögu. Nú á einhver yðar 100 sauði og tínir einum þeirra. Skilur hann ekki þá 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem týndur þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðin á herðar sér hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá, samgleðist mér, því að ég hef fundið sauðin minn sem týndur var. Ég segi yður, þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem gjörur iðrun, en yfir 99 réttlátum sem ekki hafa iðrunar þörf. Og hann heldur áfram, hann segir aðra dæmisögu. Eða kona sem á 10 drökmur og tínir einni drökmu. Kveikir hún þá ekki á lampa, sópar hús sitt og leitar vandlega. Uns hún finnur hana. Og hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonu sínar og grannkonur og segir, samgleðist mér, því ég hef fundið drökmuna sem ég týndi. Ég segi yður, þannig verður fögnurinn með englum Guðs yfir einum syndara sem gjörir iðrun. Sumir vilja halda því fram að í þessum dæmisögum sé Jesús að lýsa hinum mismunandi aðstæðum eða útgáfum þess að vera týndur. Það stundum talað einhver sé týndur í lífinu, að hann sé að leita að sjálfum sér eða finna sig. Drakma eins og einhver sem áttar sig ekki á því að hann sé týndur. Drakman liggur á gólfinu í rykinu, áhyggjulaus og hugsunarlaus. Því drakma bara drakma og veit ekkert hvar hún á að vera. En konan leitar, sópar og kveikir á lampanum til þess að skoða í öll skúmaskot. Hún leitar
þar til hún finnur, því að drakman sem vissi ekki að hún væri týnd henni verðmæt. Við skulum halda áfram. Í 11. versi segir: En sagði hann, maður nokkur átti 2 sonu. Sá yngri sagði við föður sinn, faðir, lát mig fá þann hlut eigna sem mér ber, og hann skipti með þeim eignum sínum. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt fé sitt og fór burtu í fjarlægt land. Þar sóaði hann eignum sínum í óhófsamnum lifnaði. En hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi, og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hún út lendur sínar að gæta svínana. Þá langaði hann að sveðja sig á draftinu, svínin átu, en enginn gaf honum. Týndi sonurinn, hann vissi alveg hvar honum bar að vera. Týndi sonurinn var erfingi, en hann taldi sig betur settan á eigin vegum. Hann bað faðir sinn að gefa sér sinn hlut eignana, sem eftir vil mátti túlka sem svo að hann hreinlega nennti ekki að bíða eftir því að hann myndi deyja. Þetta var ekki krafa sem hann átti rétt að gera, eða eitthvað sem hann mátti gera yfir höfuð. En faðir hans gaf honum það samt. En þarna hann búinn að sólunda öllum peningum hans, og í ofanlagið hann að vinna við það að sinna svínum. Glaður hefði hann borðað mat svínana, en jafnvel það var ekki honum ætlað. Við snúum okkur aftur á sögunni. En nú kom hann til sjálfsins og sagði, hve margir eru dæglunarmenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann, faðir, ég hef syndgað á móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður þess að heita sonur þinn. Lát mig verða sem einn af dæglunarmönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. Hann sá fram á það að jafnvel þjónar föður síns hefðu það margfalt betra en hann í þessum aðstæðum sem hann hefði komið sér í. Hann áttaði sig á því að hann hefði fyrirgert rétti sínum til nokkura frekar arðs réttinda eða jafnvel ástúðar föður síns. Hann hafði lýst því yfir að faðir sinn væri dauður fyrir sér, og í ljósi þessa lýsingin á viðbrögðum föður síns enn magnaðri. En hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kenndi í brjóstum hann. Hljóp og féll háls honum og kyssti hann. En sonurinn sagði við hann, faðir, ég hef syndgað á móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Hann var búinn að ákveða alveg hvað hann ætlaði að segja. Hann ætlaði að segja honum að hann ætti ekkert skilið. Hann ætlaði bara að sækja vinnu sem dagvinnumaður, og hann vissi að hann hafði sóað sínum eigin arði. En þá segir föður hans við hana, áður en hann nær að klára, komið fljótt með hina bestu skikkju og færið hann í, dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alikálfin og slátrið, við skulum eta og gera okkur glaðan dag, því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur, hann var týndur og fundinn. Tóku nú menn að gera sér glaðan dag. Þegar maður heimtir einhvern heim eftir mörg ár, þá það ekkert lítill gleði viðburður. Faðirinn hafði beðið lengi eftir synunum. Hann hefði horft út á veginn og beðið fyrir syni sínum. Loksins fékk hann að segja orðin, sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. En það var eitt sem gleymdist í öllum þessum fagnaðarlátum. Við lesum í 25. versi, en sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfæraslátt og dans. Hann kallaði út piltana og spurði hvað væri að vera. Faðir hans hafði eflaust ekki verið glaður í langan tíma. Hann skildi ekki alveg hvað stóð til.
Hann svaraði, bróðir þinn kominn og faðir þinn hefur slátrað alikálfunum því að hann heimt hann heilan heim. En eldri bróðirinn hann skildi ekki gleði föður síns. Hann skildi ekki hvers vegna hann ætti að fagna komu bróðar síns sem hafði svikið föður hans. Og við lesum í 28. versi, þá reiddist hann og vildi ekki fara inn, en faðir hans fór út og bað hann að koma. En hann svaraði föður sínum, nú ég búinn að þjóna þér í öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum sínum og mér hefur þú aldrei gefið kyrling, að ég gæti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn, sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfunum fyrir hann. Hann sagði þá við hann, barn mitt, þú ert alltaf hjá mér, allt mitt er þitt. En nú var það að halda hátíð og fagna, því hann bróðir þinn sem var dauður er lifnaður aftur, hann var týndur og er fundinn. Eldri bróðirinn hafði gleymt því að allt sem föðurinn átti var í raun hans. Hann náði því ekki að samgleðast föður sínum í það minnsta fyrst sinn. Drakmann, hún vissi ekki að hún væri týnd og hún gat ekki komist tilbaka. Sauðurinn hins vegar vissi hann væri týndur en var fastur eða rataði ekki heim. Sonurinn vissi hann væri týndur, hann iðraðist og kom heim. Stundum eru við draukmur eða týndir synir, en oft eru við eflaust líka bara sauðir. Í 23. Davíðssálm segir, Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Og maður gæti spurt sér, hverjir eru það sem þurfa á hirði að halda? Jú, það eru víst sauðirnir. Og líklegast verður sauðfinnaður seint talinn sem gáfulegustu dýrin. Því stundum röltar sauðinir örafi og óbyggðir, festast í girðingum eða koma sér í sjálfheldu. En þegar hirðirinn tekur eftir að það vantar einn sauð, skilur hann þá ekki 99 eftir í óbyggðinni og fer á eftir þeim sem týndur er þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðun að herða sér hann finnur hann. Okkur dettur eflaust í hug að sauðurinn sé glaður að sjá hirðirinn. Hann er búinn að koma sér í aðstæður sem hann kemur sér ekki sjálfur úr. Hann þekkir jafnvel ekki leiðina heim. Hann er fastur, týndur og kemst ekki tilbaka. En hirðirinn sem hann þekkir, góði hirðirinn, kemur. Jafnvel þá þarf hann að leggja hann á herða sér og halda hann tilbaka. Vera má að sauðurinn sé örmagna eða slasaður, en stundum er hann eflaust bara of þver. Þrjóskur, hann reynir jafnvel að sparka sig lausan. En í óbyggðinni er ekki öruggt að vera einn. Því skilur góði hirðirinn hina 99 eftir í öryggi fjöldans og nær í þann sem týndur er. Vera má að hér séu staddir einhverjir sem eru staddir í hinum mismunandi flokkum sem lýst er hér. Eflaust kannast aðrir við hafa verið í þeim aðstæðum áður á líftíðinni. Sumir gætu hafa verið draukmur, áhyggjulaus og ekki meðvituð það að þau hafi verið týnd. Sumir eru eflaust sauðir, hafa týnst á leið, hafa gengið aðeins svo langt, þangað eða mist af lestinni og finna ekki leiðina heim eða festa sig í einhverju snöru og ná ekki komast tilbaka. Sumir eru synir, annaðhvort synir sem óska þess að fá sinn hlut og fá að lifa sínu eigin lífi en hafa svo séð eftir því. Sumir eru kannski eins og eldri bróðirinn, leiðir eða jafnvel bitrir að sjá miskunn Guðs í lífi annara sem hafa snúið sér villu vegar síns. Eitt er víst að hvort sem þú tilheyrir einum af þessum hópi eða þekkir að eigin raun hvað það er að upplifa náð og miskunn Guðs, þá vitum við að Guð leitar okkur mun betur en konan sem leitaði að týndu draukmunni. Að Guð er hinn alla besti hirðir. Hann sér virði hvers og eins okkar og hann leitar að hinum týnda. Að Guð er miskunnsamari en faðirinn sem beið við veginn og hljóp á móti týnda syni sínum og tók við honum aftur sem syni sínum. Og þegar við erum enn langt frá því að vera fullkomin, enn langt frá því að vera á þeim stað sem okkur var ætlað að vera, enn langt í land, þá sjáum við föðurinn koma mót okkur með opna arma. Við eigum nefnilega þennan himneska föður sem bíður þess að heimta okkur heim. Kristur sagðist sjálfur vera kominn til þess að leita hinu týnda og frelsa það.
Það því bæn mín að við megum leyfa Kristi að vinna í hjörtum okkar og leyfa honum að leiða okkur heim. Og þegar við sjáum Guð vinna í hjörtum litla bróðurs okkar, að við megum samgleðast því að hann, bróðir þinn, sem var dauður, lifnaður aftur, hann týndur og fundinn. Áður en við lútum höfði í bæn langar mig til að setja fyrir okkur áskorun. Að við megum ekki bara leyfa Kristi að vinna í okkar eigin hjarta, heldur megum við einnig gefa af okkur. Áskorun einföld og hún þessi, að biðja fyrir einni drökmu, einum sauð eða einum sinni á hverjum degi. Biðja fyrir að sá sem týndur megi finnast og að þú megir vera ljós þeim einstakling. Mér langar til að biðja ykkur að lúta höfði og loka augum. Þeir sem vilja taka þessari áskorun, það að biðja fyrir einni drökmu, einum sauð eða einum sinni á hverjum degi og að þú megir vera ljós þeim einstaklingi. Þeir sem vilja taka þátt í þessari áskorun biðja að standa upp á meðan við biðjum. Munum að kröftug bæn réttláns manns orkar verka mikið. Skulum lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum fyrir þína miskunn og þína náð. Við þökkum fyrir þína fyrirgefningu og fyrir þinn dauða á Kristi sem friðþægir fyrir synd okkar. Við þökkum fyrir hann lausnara okkar og hjálparan, einnig heilagan anda. Kæri himneski Faðir, stundum erum við sauðir. Við biðjum þig að fyrirgefa okkur það þegar við komum okkur í vandræði. Við biðjum þig að endurnýja hjört okkar og auka okkur trú. Við vitum að þú getur gert kraftaverk í lífi okkar, en við vitum einnig að þú getur gert kraftaverk í lífi annara. Kæri himneski Faðir, þú sérð hverjir standa. Settu einstaklinga á huga okkar til þess að biðja fyrir. Kæri himneski Faðir, ég bið þess að þú megir hjálpa okkur að finna margar drökmur, sauði og syni á komandi tímum. Við biðjum þess að þú mættir vera með okkur í dag og alla daga þar til þú kemur í skýjunum, að við mættum vera ljós fyrir aðra og lýsa þeim leiðina heim. Í Jesú nafni. Amen.